Já, elskurnar, velkomin í Gamesýruna á föstudagskvöldi. Það föstudagurinn 13. Úlala, það svakalegt. Herðu, ég vonaðist til að geta sýnt ykkur hérna einhver myndbönd í kvöld með því að henda hérna upp á skjáinn einhver myndbönd og ætlaði meðal annars að sýna ykkur myndband sem sagt var gert opinbert hérna fyrir held ég 2 dögum frá Úkraínu, en ég í einhverjum tæknilegum vandræðum með einhverja astanlega HDMI snúru og ég náttúrulega bara með sveinspróf í húsasmíði, ekki neinu öðru og algjörlega tækniheftur. En eins og þið sjáið, þá ramminn farinn af myndinni. Ég ekki lengur eltur hér af Reamer dróna, heldur þetta bara eins og í heima hjá alvöru fólki. En það sem ég langar aðeins að fara yfir þetta með ykkur, bara mjög fljótt. Kannski áður en ég byrja á því. Ég var nú að segja ykkur frá hana Neil deGrasse Tyson, Take Me to Your Leader, nýja bókin hans sem að koma út. Hann sem sagt að skiptum lið, hann Neil deGrasse, hann ætlar að hoppa á geimveruvagnin því hann að sjá það sem að við erum að sjá, sem að uppljóstrun ekki bara að fara að eiga sér stað, heldur erum við að fara að detta inn í einhvers konar E.T. Connection. Við erum að fara inn í eitthvað close encounter hérna og hann sér það og hann veit það. Og svo endar önnur pæling sem að ég held að sé alveg möguleg, og það að maðurinn ekkert annað en Disinformation Campaign Double Agent for the CIA Deep State. Ég held að hann sé djúpryggis pési. Hann verið ráðinn inn sem eitthvað svona mainstream vísinda. Ég var næstu búin að segja mjög ljótt núna, ég ætla ekki að gera það. Hann sem sagt hefur verið ráðinn inn, held ég, sem double agent. Nóg með það. En það sem ég langar að segja, fyrst að hann hoppaður á vagnin, bráðum sjáum við fleiri eins og Brian Cox, þeir hoppin á vagnin með allar þessar skammtafræðikenningar. Og hvað með Stjörnu Sævar? Maðurinn sem hefur setið hérna í stólnum hjá mér í þvottahúsinu, og þegar ég spurði hann hvort að hann tryði á geimverur eða hvort það væri hérna fljúandum á UFO flíildum hérna á sporbögum jörðu, hann sagði ég held nú ekki. Ef það svo væri, þá væri við búin að ná þeim á allar þessar myndavélar sem við beinum upp í himinin allan liðlangan sólarhringinn. Hann trúir ekki á geimverur, hann trúir ekki á neitt yfirnáttúrulegt, hann með skýringar á þessu öllu. Hann Stjörnu Sævar, hann hefði spurning á hvaða vagn hann ætlar að hoppa núna. Ætlar hann að rífa úr sig buttplugin eins og Neil deGrasse og hoppa í lestina, eða ætlar hann að sitja eftir með súrt ennið? Herðu, allavega hérna, ráðgjafi hjá úkraínska varnarmálaráðuneytinu í tækni og drónastríðsmálum birti á mánudag ljósmyndir og myndbönd af fljúandi flíildi, bara svona eitthvað svona gattakúlu, ekkert ólíkt því sem kom fram hérna í skjölunum á föstudaginn fyrir viku síðan í Bandaríkjunum. Dillibab, dillibub, dít. Þetta þessi maður, þessi Bestreknov, þetta leiðandi sérfræðingur í drónatekni og rafrænum hernaði í Úkraínu. Hann sagði að atvikið hefði á sér stað í maí 2025 og stjórnvöld hefðu vitað af atvikinu. En í botn og grunn, þetta sem sagt myndband hefur fengist staðfest sem legit og sem sagt frá Úkraínu. Og annað, hérna, þessu kannski svolítið tengt, þá erum við komin hérna til Japan. Býtum við, hvar erum við í Japan? Hérna, æðsti talsmaður ríkisstjórnarinnar, sem sagt, eitthvað svona spokesperson, gerir ég ráð fyrir, talsmaður, sagði á síðasta mánudag að Tókíó væri að greina af miklum áhuga safn af áður flokkuðum skjölum og gögnum meint fljúandi, sem sagt, UFOs, sem varnarmálaráðuneytið birti á föstudaginn, því að 2 af þessum myndböndum sem voru birti í þessu droppi, þau voru einmitt frá Japan. Já, einmitt, þar á meðal þessi 2 myndbönd, einmitt. Og svo segir hann hérna, varðandi atvik sem tengjast okkar þjóðaröryggi, our national security, meðal annars UAP, erum við stöðugt að safna og greina upplýsingar af miklum áhuga, en við höldum nánu samstarfi við Bandaríkin eins og önnur lönd, sagði hann, Minoru Kiyara, aðal hérna talsmaður ríkisstjórnarinnar á sem sagt svona reglulegum blaðamannafundi. Þegar Kiyara var spurður út í möguleikanum því hvort að Japan myndi birta svipaðar UAP eða UFO skrár
sagði hann að ríkisstjórnin myndi taka sérstakara ákvarðanir í hverju tilfiki fyrir sig og hafa ítarlega metið ýmsa þætti þar að meðal áhættuna á að upplýsingar geta ekki yrði afhjúpuð einmitt. Það er svolítið þannig. Þannig að Japan er að kikka inn, Úkraína er að kikka inn og við erum bara að fara að detta í annað dropp mjög fljótlega og ég vonast til þess að ég er nú búin að senda beiðni hérna á eitthvað svona podcast snilling. Ég er sem sagt með hérna Rodecaster Pro sem sagt fyrir audio og svo er ég með Artem Mini Pro Blackmagic Design hérna fyrir vídeo og ég er sem sagt í vandræðum með því að tengja skjáin, share screen hérna í eina af myndavélunum á vídeomixernum. Snúran virkar, tengd hana beint í skjáin aðan, hún virkar nema ég næ ekki að keyra hana inn sem myndavél. Þannig að please, ef það er einhver sem að getur mögulega að hjálpa mér, endilega sendið á mig línu. Ég er búin að vera að stúsast í þessu hérna í allan dag. Gervigreindin segir þetta sé hægt. Ég er bara ég er bara að fara á límingunum minna yfir þessu. Þannig að mér finnst þetta frekar erfitt og leiðilegt. Þannig að þið með endilega senda mig línu. Endilega subscribeið og followið og deilið. Það er UFO Gamesýran á TikTok. Það er Þvottahúsið Gamesýran á YouTube. Og svo fylgiði mér persónulega þar sem að ég deili engu nema UFOs og reynda kannski fallegum bílum. Og kannski þegar að mákona mín á afmæli. Húra fyrir henni, Guðrún Ásta Tryggvadóttir. Hún á afmæli í dag. Yey, til hamingju með það. En annars er ég bara helviti góður á þessum samfélagsmiðlum og þið getur bara fylgt mér þar. Ef þið getur hjálpað mér í tæknimálum, hendi á mig línu. Ef ekki, subscribeið, followið og ég skal bara reyna að vera búin að redda þessu fyrir næsta eldspennandi þátt hjá Gamesýrunni. Þar til næst, held að ekki verið neitt annað. Nei, bara geggjaðan, er ekki uppstigningardagur á morgun eða hvítasunnudagur eða eitthvað? Jó, það er ekki hvítasunnudagur. Ég veit ekki. Það er allavega frídagur. Ég ætla að sofa út í fyrramálið. Ég ætla ekki að vakna fyrir nörglega svona korter í 8. Woo! Geggjað, takk.